Velkomin í þáttinn Heimsmyndir. Í dag ætla ég að hafa þáttinn með svolítið óhefðbundnu sniði. Ég búinn að fá 2 gesti en ekki bara 1 í þáttinn og það eru gestir sem hafa komið áður og við ákváðum að vera dálítið í hressagírnum núna. Núna eru allir að fjalla forsetakosningar og rífast og tala pólitík og hver er öðrum ljótari við annan, þannig að við ákváðum að taka bara eitthvað létt og skemmtilegt sko. Og gestirnir eru þau Nanna, Hlín og Ármann sem hafa bæði verið hjá okkur áður. Nanna doktor í heimspeki og Ármann heimspekingur og kennari við Verslunarskólann. Og við vorum að spjalla hvað við myndum fara að gera í þættinum og kom í ljós að við erum öll svona miklir aðdáendur rithöfundarins Ursula K. Le Guin. Það er alveg dásamlegur rithöfundur og mikill svona pælari og hennar bækur eru ótrúlega heimspekilegar. Og við ætlum að kannski að byrja á að hoppa inn í hana og svo bara sjá hvert að leiður okkur. Hvað segir þið? Velkomin í þáttinn Nanna, Hlín og Ármann. Já, takk fyrir það. Takk fyrir. Gaman að vera hérna. Þetta bara tókst ágætlega þó ég hafi verið bara að keyra bíl hérna fyrir 5 mínútur síðan. Já, vel gert. Já, einmitt. Það er sem sagt Ursula K. Le Guin hefur skrifað ótrúlega margar frábæra bækur. En eina hennar svona virtustu bókum er kannski The Dispossessed. Hún fékk Hugo og Nebula verðlaun og hefur verið mjög lengi svona mikilsmetin bók. Frábær stef í henni. Akkurat. Og eitt af því sem er svona gegnumgangandi í þeirri bók er náttúrulega eins og í titlinum The Dispossessed, hún er eignaleysi og henni svona telt upp sem svona andstæði við kapitalismann og eignaréttin okkar. Já. Og hvað finnst ykkur hana? Já, frábær bók og ég meina það er náttúrulega eignaleysið og þetta er náttúrulega kannski svona rannsókn á anarkisma. Akkurat. Svona kannski praktískt og heimspekilega. Teoretist og ég held og raun og veru líka einhvers konar svona frumspeki af því að Sevak, hvað heitir hann eftir aðbæðssonan? Hann er eðlisfræðingur sem er að gera nýjar uppgötvanir og er að umbylta þeirri greinur raun og veru. Hann er einhvers konar svona Einstein og Niels Bohr og eitthvað svona rúlað upp í einn, myndi ég segja. Og hún heitir líka Unambiguous Utopia. Þannig að hún stillir upp þessum Anares sem er hnötturinn þar sem anarkistanir eru og því lífi sem þeir lifa þar. Og það er að mörgu leyti er það utopískt en að öðru leyti er það líka mjög erfitt líf og það eru brestir í því samfélagi líka sem að gera þetta er ambiguous. Það er ekki hún er ekki bjóð bara einhverja fullkomna lausn en hún er að rannsaka hvað myndi gerast ef við förum að lifa samkvæmt þessum forskriftum frá Bakunin og sem fleirum. Er klassískt með utopíu, þannig að alltaf einhver svona brotalögum í þeim. Já, en þetta er ekki utopía sem er einhver algjör dystopía, heldur svona ambiguous. Mér finnst það líka svolítið flott. Skemmtileg svona nálgun hjá henni. Þú ert vel undirbúin. Ég er alveg bara man ekkert eftir nöfnunum og hvað hét eftir aðalplánetan? Úrras, já, akkurat. Já, akkurat, ég hef lesið þessa bók 2 á síðustu 10 árum og ég man eftir því að þetta er eina af þessum bókum sem að hafa í raun að vera haft bara ein mest áhrif á mig. Því ég las hana svona, fyrst fyrir 10 árum og mér fannst það og það sem mér finnst hún Úrsula ná svo vel að fanga er og því að svo margir einhvern veginn sem að trúa því ekki að það sé hægt að breyta samfélögum. Bara og halda bara hvernig við hugsum í dag að það sé eðlislegt manninum. En hún er einhvern veginn að sýna að það er hægt að hugsa svo allt öðruvís en við gerum. Og ég man eftir einhvern veginn að það kynst þessum karakterum sem að höfðu ekki hugmynd eignarrétt og mér fannst það bara svo magnað að bara já, þetta er hægt á meðan að ég man eftir því bara rétt eftir hrun þegar maður var ekki að byrja að rökræða eftir það sem gerist þá að fólk var bara eitthvað eignarrétturinn er náttúrulega og sennilega svona og ég var bara svona og ég var ung og ég var bara svona nei, og svo kemur bara svo lesmaður einhver svona ótrúlega magnaðan höfund sem getur búið til heim sem sýnir að hugsunin getur verið öðruvísi. Algjörlega.
ekki Annares plánetan, hún er nýlenda frá jörðinni. Hún er tungl Úrras. Og þetta er svona einhver byltingarhópur sem ferðanga og ætlar að stofna nýtt land. Sko, ég myndi halda að þetta sé einhver leiti hliðstætt við pílagrímana sem fara til Bandaríkjanna. Þú veist, það er svona, það kallast á við það gerður samningur við byltingarhópin, þeim er gefin þetta tungl. Alveg rétt. Og síðan eru þau með einhvers konar leynilegan samkomulag við móðurplánetuna, þeir senda þeim einhverja málma eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þeir borga einhvers konar tribute eða leigu fyrir það, en þau fá eiginlega vera alveg í friði. Það er engin kolónialismi eða neitt svoleiðis. En þau fara þangað með sínar hugmyndir eignarleist samfélag sem bara ekki heima í landinu. Og alls konar hugmyndir til dæmis slembival, það eru öðrum menntakerfið þeir eru með allt öðru sem menntakerfi og þau eru raun og veru valdbúð og valdbeiting er ekki til staðar. Þannig að þú veist eins og segir, þetta er gríðarlega heillandi og gríðarlega vel úthugsað alveg í gegn og alveg niður í botnin þess að tjá henni sko. Svo náttúrulega heimaplándinu þá er líka mjög mikið ójöfnur á milli kynjana á meðan að það er ekki til, þú veist, hann hefur bara ekki verið hluti af þessu kerfi sem er búin til þarna á Annares. En það sem gerir þetta líka kannski svolítið merkilegt er að Annares er náttúrulega, það er ekki þessi abundance, þú veist, það er ekki þessi nægt af, heldur er allt svona, þau þurftu virkilega að hafa fyrir því að byggja þetta upp og þau eru með aga samfélag. Já, þau eru bara, þau eru með skort á meðan og svo svo fær maður að kynnast náttúrulega kapitalísku plánetunni þar sem er svo ótrúlega mikil knægt en svo ótrúlega mikil ójöfnur, þú veist, sem að svo rýma svo rosalega mikið við, reyndar eru náttúrulega ólíkar þjóðir á... Já, það er náttúrulega líka annað sem gerir þetta sérstætt sko í sci-fi, mjög oft í sci-fi eru plánetur einhvern veginn eitthvað eitt en hún þarf alveg lönd og átök og saga og meira sér samband við sko jörðina. Hann hittir sko sendiherra jarðarinnar og jörðin er búin að eiga verða fyrir sko einhvers konar heimsendi eða þannig held ég vegna loftslagsbreytinga, það er eitthvað svona það er rosalega mikið líka sko annað með í Úrsúlu, það er svo mikið forspáin, þessi bók er skrifð í 74 þannig að hún hefur opbúslega mikla svona og áhugavert þú veist að mér finnst mjög magnað að hún sé ekki þekktari en hún er sem rithöfundur og það hefur eitthvað bæði með vanvirðingu gagnvart gerabókmenntum, vanvirðingu gagnvart konum og svo framvegis að gera myndi ég telja og allir mér sé að hún er mjög lítið þekkt til dæmis á Íslandi, eiginlega ekkert verið þýdd. Það er ein bók eftir hann að verið þýdd. Já, akkurat. Og er löngu horfin sko. Nefnilega sko, þetta er eiginlega bara alveg magnað en á sama tíma er hún svona höfundur sem að hefur haft sko djúpstæð áhrif á fólk og líka held ég djúpstæða áhrif bara á svona gagnrýna pólitík í raun og veru einhvern veginn og svona þessar svona hugmyndir einhvern veginn að það sé hægt að breyta heiminum og þú veist, búa til annars konar samfélag. Og mér fannst það líka svolítið merkilegt sko, býtu hvernig var þetta? Ég man ekki alveg, þú veist, við erum náttúrulega heimsbyggingar en það sem maður sér svolítið í henni hún er báðir foreldrarnir voru mannfræðingar eða var hún menntuð mannfræðing? Sko, ég er búin að vera garfa ég skrifa ykkur að greinum þetta þannig að þess vegna að senda ég er búin að senda Gústa uppkast það er alveg galómögulegt hjá mér, segir hann það er nú allt henni saga, út á söður og eitthvað en ég er svolítið búin að vera garfis sko pappinar var mannfræðingur mammenar líka og það er þessi magnaða saga síðasta frumbyggja Kaliforníu og hann það er sem sagt hann finnst í einhvers stað ráfandi fyrir utan eitthvað sláturhús, einhver mannvera sem kemur í ljósa þessi og nú bara man ég ekki nafnið á hann það er hérna en hann kemur og sem sagt Alfred Kroper sem er pappi Úrsúla, hann kynnist honum og þetta encounter og þessi upplifun og þessi maður sem kemur bara aftur úr steinöld inn í nútíma Kaliforníu sem hefur rosalega mikil áhrif á sko Úrsúlu og er svona eitthvað þema og það er þetta með þennan aðkomumannin sem kemur inn í nýtt samfélag eins og í raun og veru Seve kemur inn í Úrras hann kemur, hann er svolítið ég veit ekki, ég var ekki að hugsa það þannig en hann er svolítið eins og
þessi svona aðkomumaður sem opinberar og brýtur upp blekkingarnar og það skilur og líka það eins og þú veist að segja að það ekki augljóst og það sé einhver ein leið til að lifa. Þannig að þessi stef koma svolítið úr hennar æsku eða hennar kynnum að þessu fólki. Og það náttúrulega auðvitað, eftir við ætlaðum nú kannski að vera með mannfræðing með okkur hans Svenna, en hann komst ekki en það svona mannfræði þema í þar að segja hún vinnur með hugmyndir úr til dæmis fráfrumbyggjum Norður-Ameríku og líka til dæmis úr taoisma og alls konar og býr til svona þjóðfélög og heima sem eru svona spunnur upp úr þessu, til dæmis í Dispossessed og náttúrulega í fleiri, bæði í fantasíum og í sci-fi líka. Mér finnst það einmitt bara svolítið skíni gegn sko vegna þess að hún svo góð í þessum samanburði og einhvern veginn svona sína fram á hvernig að ólíkar gerðar samfélögum búa eru til sagðar á sama tíma sem eitthvað sem að mannfræðingar ná ofta fanga sko og svo litið þar sem að ég held maður læri mannfræði, ég hef nú ekki lært mannfræði en svona ég hef kannski lesið eitthvað og mér stund einhvern veginn svona eiginlega kannski ná að gera það til að búa til náttúrulega yndislegar bókmenntir, yndislegar persónur en líka segja eitthvað afskaplega djúpstætt heimsbyggilegt bara hið mannlega ástandi að hvað sko. Það er líka rosalega flott hjá Úrsúlu finnst mér að þegar Sjöfegg kemur til dæmis heim til heimaplánunar að við upplifum alveg ótrúlega mikið svona menningarsjokk og menningarárekstur og þegar hann sér sko allsnægtirnar sem þeir búa við og menninguna sem verður til í kringu það og þau, að því hann kemur úr svona svolítið dempuðu öguðu samfélagi það er svona minni svona, eitthvað svona kynferðisleg spenna og það allt saman verður með skrítið þegar hann kemur ángað sko. Til dæmis ekkert áfengi, engin vímuefni og hann kann ekkert að búa við eitthvað svona upplöð sem svo gerist í áfengi og það er ótrúlega margt svona sem að hún skrifar inn í bókina sem er svo ótrúlega sálfræðilegt og vel gert algjörlega að þetta gæti alveg verið að því að sumar svona svolítið hrári vísindaskáldsögur eru svolítið meira bara konseptið en ekki fólki sko. Já, akkurat, nákvæmlega hún bæði með þetta með að búa til flotta persónur, flott plott og gríðarlega áhugaverða heima og mikla hugmyndavinnu þannig að en svo eru eins og þú komst inn á áðan svo eru vísindaskáldsögur oft svolítið litnar hornauga af svona menningarelitunni mér finnst Ursula K. Le Guin algjörlega í toppflokki í öllu bókmenntasamhengi og af hverju er hún ekki bara hreinlega eitthvað svona Nóbelsverðlaunahafi? Einmitt, það er bara spurningin sko. Ég meina ég held að sé hafið með þetta að gera sko en þú veist, ég veit það ekki, mér finnst kannski að þetta sé eitthvað að breytast eða kannski er ég bara að breytast. Já, ég held þetta sé að breytast og ég meina ég held að það eru, sko til dæmis ég var nú bara að hlusta á það er annar höfundur sem er allt öðru höfundur sem er H.P. Lovecraft sem að skrifar það sem að kalla weird fiction. Hann var reyndar sko það sem að Úrsúla er svona vinstri sinnuð einhvers konar með flört að vera anarkisma og fást í svoleiðis þá var hann rasískur ultra íhaldsmaður en hann skrifar sem sagt svona það sem er kallað weird fiction hann hafði sem sagt mjög mikil áhrif á mjög marga rithöfunda og ég held reyndar að það ég svolítið við hann og líka við Úrsúlu kannski þau eru svolítið svona rithöfundana þannig að eiginlega allir öll yngri kynslóð svona í vísindaskáldskap yngri og svona fólk eins og kannski China Miéville og hvað heitir hann sem að skrifa hann breski sem að var að skrifa Norse mythology Neil Gaiman allir og fleiri vitnar mjög mikið í Úrsúlu sko. Gaiman líka orðið svolítið svona virtur það ekki, hann er svolítið dæmi þessa þróun algjörlega, en það sem ég ætla að segja er að sko ég var bara að heyra það að heimspekingar hafa verið að taka það gaurinn Harman ég veit ekki, Harman sem er einhver object oriented philosophy skrifar bók Lovecraft and philosophy þannig að það er og til dæmis Deleuze og Guattari þeir vitna líka í Lovecraft í 1000 flekum þannig að þessi svona það er held ég að þetta er með mikið kvika í þessu dæmi með hámenningu og lámenningu hvað fólk vitnar í og hvaða textar er áhrif á hvaða text og svo framvegis ég held að það sé þetta er að koma en þetta er segfljótandi menning já, algjörlega er hún ekki er þetta ekki oft kallað cosmological horror hjá Lovecraft cosmic horror, jú Cosmic, já og svo er mikið talið þegar þú veist þessi vinur okkar weird studies
þeir voru einmitt með þáttum hans sko og þá það þetta þessi furða sko að er ekki allt sem það sýnist og það eitthvað annað undir yfirborðinu sem einhver öfla virka á okkur sem við ráðum ekki við og líka held ég þetta post-human pæling það kemur inn það kemur hluti út úr þessu sko einmitt, akkurat post-human sem að þú sért ekki með mannin í miðjunni heldur það eitthvað annað sem raun og veru að einmitt. Og það náttúrulega eitt af þessum vísindaskáldskapsstefum og reyndar í svona vísindaspekulasjónum hugmyndin það að framtíð mannkynsins sé hugsanlega ekki lífræn sko. Að verði eitthvað skonar gervigreind eða eitthvað sem lifir okkur af sko, og hún sé einhvern skilningi mennsk. Hún sé mennsk, ekki mennsk. Hún sé mennsk sko. Við sem sagt munum búa til eitthvað sem erfir okkur og það mun vera einhvern skilningi af okkur sprottið sko. Okay. Og svo kannski erfir það heiminn sko og þá getur við einhvern veginn sagt þetta við, samt ekki við sko. En það náttúrulega líka kannski að því voru þetta með Úrsúlu sko, hún náttúrulega gerði aðra mjög fræga bók sem heitir The Left Hand of Darkness. Frábær bók. Það sem hún er að takast á við og mjög framsýn og áhugaverða kynjapælingar. Það sem er ekki kattkyn og ekki kvenkyn, þetta bara allir eru samkynja eða geta tekið á sig myndir beggja og það kemur einmitt gestur og upplifir þetta sko. Já, einmitt. Nei, ég meina hún akkurat líka ögrar svolítið svona þegar maður les þá bók að þá er mann eða hvað maður segir á nýlensku, ég tala nýlensku. Já, einmitt. Sem sagt, maður finnur það bara einhvern veginn að maður kynjar alltaf persónurnar sínar og svo er maður bara, nei, býtu, þú veist, eins og þarna manneskjan sem að útlendingurinn kemur og ferðast með sem náttúrulega alls kynja en maður alltaf að kynjað og svo einhvern veginn kynjunin að breytast hún einhvern veginn að útskjöra hvernig þetta fer á milli kvenkyns og kallkyns og þá maður einhvern veginn alltaf í hausnum á sér bara býtu, þú veist það sýnir aftur eitthvað kynjun sterkt afl. Sú persóna í mínum huga kallmaður sko. Það rosa skrítið. Ég ræð ekki við, ég næ ekki að sjá viðkomandi eða hán eða ég man eftir sko fyrst til ég las bókina, þá var þetta kallmaður og svo í seinna skipti að það fór ég einhvern veginn að reyna. Já, en það verður ástarsamband á milli þeirra, er það ekki í lokin? Jú. Já. Og þá er það líka mjög ég upplifði það sem sko samkynhneigt samband sem mjög skrítið skilur það líklega af því að ég karlmaður og af því að aðalpersónur í bókum náttúrulega yfirleitt karlmenn þú veist og hún var meira gagnrýnd fyrir það Úrsúla sko hún var gagnrýnd fyrir það af feministum að þó hún væri raun að skrifa svona skemmtileg kynlaus stef þá væru hennar persónur svona meginpersónur ótrúlega oft karlmenn sko Já, einmitt. Og það líka í fantasíun hennar sko Earthsea bókunum að Gett kall og galdrakallarnir eru kallar. Sevika kall, já. En þessi bók náttúrulega svona, hún rosa mikið á undan sinni samtíð með hvað hún einhvern veginn að reyna hvað hún mikið að skjöna eða þú veist að valda usla í kynjanormunum og allt þetta þú veist, þetta skrifað ég man ekki samt alveg hvenær þetta skrifað 69 já, guð minn almáttur og ótrúlega þroskuð sko, þetta bók nummer 2 það gríðarlega munur sko, ég var að lesa bara nýlega þarna fyrstu bækurnar hennar hún tekur alveg rosalega stökk í gæðum það eru fína bækur skilur sem eru hún einhvern veginn að vinna sér áttin að þessari bók sem þessi heimur heitir The Hainish Cycle og fyrstu bækurnar eru svona kubbslegar einfaldar bara, svona bara frekar en talandi við þig Nanna því að við vorum að tala Judith Butler síðast sko. Þetta er svona Judith Butler stef sem hún er að taka já, algjörlega, náttúrulega bara áður en að Judith Butler skrifar sína bók sko. Þú veist 69 á þessum tíma er rosalega mikil tvíhyggja í feminisma og þú veist það er engin hugmynd einhvers konar kyn á milli þannig að í raun og veru þetta miklu meira þú veist þetta er svolítið á undan þeirri díalektik
þegar að, þú veist, þessari dialektik, þú veist, eins og í þessari annari bylgju mikið tvíhyggja og síðan kemur þriðja bylgja feminism og þar byrja hinsegin-fræðin. Þannig að þetta meira að gerast þegar það mikil tvíhyggja í feminismi sem svolítið magnað, sko. Og það á þessum tíma þá kemur líka fram mjög mikið af feminískum vísindaskáldsögum sem eru að reyna að, að koma með alls konar útópíur eða sína akkurat hvað heimurinn ekki alveg nógu góður, en ég hef ekkert lesið það neitt sérstaklega mikið. Ég reyndi að lesa bókina Women at the Edge of Time, þekkið hana? Nei, ég þekki þetta ekki, sko. Og hún ekkert, þú veist, það ein sem var rosa, var í þessum hreyfingum, sko, en það bara ekkert skemmtileg bók, sko. Þú veist, þannig að Ursula einhvern veginn, hún náttúrulega bara svo miklu meiri rithöfundur og bara einhvern veginn, hún fangar manna, þú veist, hún bara þannig höfundur að þú veist, maður hættir ekkert að lesa hana, sko. Kannski að setja hann upp í liðinu, þú veist, maður getur, ég held, og þær voru nú líka, sko, ég veit að það eru vinkun hún og Margaret Atwood. Já, akkurat. Það náttúrulega líka annar frábær rithöfundur en hún aðeins á ferðin, það ekki, eða hvað? Jú, ég held það, ég man ekki alveg. Hvenær kemur hana Handmaid's Tale út? Það er náttúrulega eina af þessum risastóru 9. áratugnum eða? Já, ég held að sé eitthvað. Já. En sko það sem ég man að áður en ég kynntist Ursula Le Guin, að þá ég las bara Margaret Atwood síðan ég var í menntaskóla og ég elskaði hana, sko. En þar sem að ég svona hafnaði henni svo litið fyrir svona 10-15 árum, hún var bara uppáhaldsrithöfundur minn vegna þess að hún svo ótrúlega niðurrífandi. Hún einhvern veginn, hún trúir ekki á fólk, hún Margaret Atwood. Já, ok. Hún einhvern veginn svona, þú veist, það ótrúlega oft erfiðar sögur og hún meira dystopísk heldur en útópísk og það sem að einhvern veginn ég fann bara hjá Ursulu einhvern veginn svona aðeins meiri trú á fólk sem að ég einhvern veginn svona bara fyrir mig, mína hugsun, það var bara rosa stökk að kynnast því að maður bara, þú veist, það gerir eitthvað fyrir mann að trúa á fólk og það kannski forsendan til þess að búa til önnur samfélög. En Margaret Atwood einhvern veginn svona, ég hef átt erfitt með hann á síðustu árum einhvern veginn og líka eiginlega það sem hún skrifar svona meira fræðilega vegna þess, mér finnst svo kaldhæðin tón í þessu. Já. Hún svona Kvenkyns Bukowski? Já, getur við. Áhugaverður samanburður. Það smá svona, já. En hún hins vegar, ég man þegar ég var að lesa hana, þú veist, svo ég var á fornmáladeild í menntaskóla og las allar forngrísku sögurnar og náttúrulega allir þessi kallar og eitthvað. Svo kom hún með einhverja bók Persefónu og ég var bara svona, þú veist, þetta eins og skrifað á mínu hjarta og ég var greinilega alltaf með þessa kennd, það eitthvað að hérna, en ég var ekki, þú veist, ég fekk ekki gagnrýnin til þess að einhvern veginn komið sér orð, svo kemur Margaret Atwood, hún bara einhvern veginn að skrifa það sem að ég var, líkaminn minn bara svona var að svara, þú veist, lærdómnu var bara eitthvað, það eitthvað vitlaust hérna, þú veist, og hún kemur einhvern veginn með, út af því hún bara, hún það gagnrýnin, sko. Og hún líka algjör, hún snilldar sko sci-fi höfundur, þú veist, eins og þarna The Blind Assassin alveg ótrúlega góð bók, að við lesa hana. Nei, ekki lesa þetta, sko. Og Oryx and Crake líka rosalega góð bók, sko, sem að, já, það verið að búa til þætti núna, en hún náttúrulega, núna þekki hann allir út af hvað heita það? Út af Handmaid's Tale. Handmaid's Tale, já, akkurat. En sko, þær áttu í einhverju, þær eldu eitthvað smá grátt silfur. Ég var eitthvað, við vorum eitthvað, ég var eitthvað bendi ykkur á að, sko, Atwood vildi ekki, hún setti sagði eitthvað niðrandi vísindaskáldskap. Já. Að það væri bara einhver gameskip að sprengja hvert annað og eitthvað svoleiðis, sko, sem að, meðan sko, Ursula, sem sagt, hvað segir maður, identify, hún samsamaði sig alltaf við
geiran og vildi bara segja þetta, ég að skrifa vísindaskáldskap. Ég að skrifa öðruvísi vísindaskáldskap heldur en Arthur C. Clarke og Asimov og þessi kallar. Hvað var það sem Arthur sagði? Hún kallaði sína bókmyndir eitthvað annað þá? Hún vildi bara vera speculative fiction. Kemur það frá henni eða? Já, Margaret Atwood, ég held það. Já. Það reyndar eitthvað sem að margir hafa notað líka, sko. Já. Það svo náttúrulega þetta með þessar skilgreiningar og þessar geira og allt þetta er náttúrulega ægilega flókin súpa, sko. Já, akkurat. Og kannski ekkert rosa áhugavert heldur, sko, á endanum, eða þú veist. En Margaret Atwood hefur líka verið meira tekin inn í fagurbókmyndir og hún er alltaf orðið við Nobelin til dæmis, þú veist, þannig að hún einhvern veginn svona með því að tala speculative fiction og þá gat hún einhvern veginn svona haldið sér innan fagurbókmyndana. Það er svolítið merkilegt. Er möguleiki að þessi kaltæni tónn, þessi kaltæni tónn sem þú tala er það líka kannski skiluru getur verið að til þess að vera tekin alvarlega þá þurfum maður að vera svolítið svona nasty, skilur þá ef maður er eitthvað svona að vera eitthvað bjartsýnn og eitthvað svona þá er maður svolítið svona soppi og nei, ég veit ekki, mér finnst það sérstaklega í kringum aldamótin eða á seinni hluta 20. aldar í þessu svona postmoderníska ástandi þar sem allt var svolítið kaltæðið að þá hefur það verið leiðin inn í fagbókmyndum kannski. Þú veist, ég veit ekki, geti verið sko. En svo er líka svona aðeins auðveldar að skrifa vísindaskáldskap í þeim skilningi og sért að tala einhverja ímyndaða framtíð sem samt á jörðinni og meira fasisma heldur en geimskip, sko. Já. Það verður svona ekki eins langt farið, sko. Nei, það er alveg rétt. En ég ætlaði aðeins að halda áfram að lofa Ursulu K. Le Guin, ég vona að áhorfendur verði alveg bara heilteknir af Ursulu K. Le Guin. Já, það líst mjög vel á. Það er hérna í The Left Hand of Darkness, þá er senaður sem hún, persónan gengur inn í einhver svona trúarathöfn sem er einhvers konar vinna með minni og eitthvað. Það er bara best skrifa svona einhver mystíska athöfn sem ég hef lesið sko. Okay. Og útrúlega flott atrið, sko. Það er þegar hann er komin upp í sveit í fyrra landinu sem hann er í, ekki? Það er svona einhvers konar klustur eða eitthvað, ekki? Og það er einhvers konar, maður ekki hvað það er, einhvers svona fórn fyrir einhvern skilning eða eitthvað, sko. Og það er ótrúlega flott dæmi, sko. Það er inspírað einhver leiti á einhvers konar taoisma, ekki? Ég þarf ekki um það. Ég held það. En nú ert aðeins að það er rosa langt sér ég las þetta. Já, ég man ekki alveg eftir þessu. Sko. Já, en það er líka bara, þú veist, líka dæmið hvað súbóklum, hvað hún er núanseruð, eins og Disney líka. Akkurat, sko. Það eru 2 lönd, pínulíti kannski svona eins og einhvers konar Vestur-Európa, Austur-Európa, það er einhvers konar kommunist alræðisríki, einhvers konar, og annan náttúrulega sem einkennir þá plánetu Winter, man ekki, hún heitir Winter, heitir plánetu, það er alltaf kaltar, þetta er áhugavert. Að það verður aldrei verið stríðar. Það er ekkert ofbeldi. Þannig að það virðist vera kannski að vera að fara að það er einhvers konar spenna á milli þessara tveggja landa en þeir þekkja í rauninni ekki kerfisbundi ofbeldi í formi stríðs og plánetan þykir mjög áhugaverð fyrir þetta og hvort að þetta síðan þá tengist þessu kynja eða þessu kynjaleysi eða hvað það er eða ekki, eða hvað það er þetta er rosalega áhugaverð en það er alveg eignaréttur og það er alveg alls konar en það er ekki, og það eru landamæri og eitthvað svoleiðis, en það er engin vopnuð átök eru óþekkt. Já, einmitt. Hvað var það eftir sem að gera það verkum að hann var rekinn frá fyrsta landinu yfir í annað? Hann lenti inn í einhverju bara pólitísku plotti þegar hann var vinur vittlausra og hann varð eins og kannski aðkomamaðurinn verður oft að einhvers konar svona peði. Já, einmitt. Og þeir voru eitthvað að kasta honum á milli sín og verið að nota hann sko. Í einhverju svona Game of Thrones einhverju dæmi akkurat. Þetta var ekkert saklaust eða til allt eitthvað voða gott en það var átökin fóru öðruvísi fram og það er eitthvað svona sem að þú veist eins og þú ert að segja bara það er hægt að lifa öðruvísi það er ekki endilega að vera að það sé frábært eða best eða fullkomið og það er að nota skáldskapinn til að rannsaka það. Akkurat. En þetta er einmitt málið, sko. Það er að nota skáldskapinn til að rannsaka það og ef þú hefur ekki einu sinni dvali við hugmyndina það eitt andartak til dæmis að geti verið til samfélag með einhvern eignarétt. Það var alltaf hægt að byrja það samtal við eitthvað sem hefur ekki einu sinni leyft sér að upplifa hugmyndina. Akkurat. En áður en við lokum á Ursulu K. Le Guin skulum við taka Omalas
ræða það eins sem mun eftir henni. Já. Það örstutt saga sem að virðist byggja á pælingu eftir William James sem að kom fram í bókinni The Varieties of Religious Experiences. Og það nú svona krókur að fara út í hana en ef þið hafið lesið hana það er alveg ofboðslega erfið bók. Og sérstaklega sko hann í William James í þessari bók sko hann að gera grein fyrir því að í sálarlífi mannskepnunar séu svo margir krókar og kimar að þú munir ef þú ætlar að vera opinn fyrir þeim þá mundu ramba inn á svæði sem eru bara yfirþyrmandi óþægileg og það eru sem sagt þunglindi, svartsýni, ílska, ofbeldi og hann segir sem sagt að sem sálfræðingur þegar hann var að meðhandla fólk að hafir þú skilning á því sem að sumir ganga í gegnum af deburð og svartsýni og svona grimmilegum hugsunum þá getur þú einfallega ekki verið með neitt dólg gagnvart trúarbrögðum. Bara hafur þann skilning þá ertu bara breyttur maður. En við ætlum ekki að tala William James. William James það ekki að tala þetta var á léttum nótum þetta var svolítið svona strakkum í bara William James kemur með þessa klassísku pælingu sem að Ursula K. Le Guin tekur mjög skemmtilega fyrir. Það þetta með hvort að það sé alltaf einhver í samfélaginu sem að þjáist og hvort að við hins séum að hafa gott af því að við lítum ekki að því við sjáum það ekki eða hvað segja maður, við neitum að sjá það. Hvernig fór sú sagan í ykkur? Stórkostleg. Sko ég verð að viðurkenna ég gerði ekki alveg heimavinnuna mína ég bara las hann í gamla dag og svo veit ég ekki hvað ég búin að vera að gera síðustu daga út af því að allavega hana en þetta alveg þessi saga hafði rosalega mikil áhrif á mig og þetta einhvern veginn svona þetta þema líka einhvern veginn sko Ef að rifina lauslega upp endilega sem sagt, þetta ekki bærin sem heitir Ómalas? Bærin heitir Ómalas og Salem aftur á bak Salem, Oregon og þetta sem sagt bær þar sem að allt ofboðslega gott þetta bara svona dásamlegu bær og allir eru ótrúlega hamingjusamir og það eru allsnægtir og mikil sátt og gleði og jöfnuður en það sem allir vita í bænum að á einum stað í kjallara á einni byggingu ein manneskja sem að eitt lítið barn sem að lifir við botnlaust ofbeldi og þjáningu og sult og skít og ógeð og hamingja bæjarins byggir að því að þau lifi með þessari vitneskju og það svona skiptin Akkurat og svo fáum við sem lesendur að velta fyrir okkur hvort að samfélagi sé svona stefna, þetta bara svolítið svona spurning þetta nýtjastefna, það annað þetta náttúrulega líka svolítið áhugavert hvort þetta sé saga, þetta mjög óvenjuleg saga hún ekki hún sko býður lesandanum með í að skapa og Ómalas sem segir ég meina, hvað finnst ykkur að við eigum að hafa frjálslynt kynlíf throw in an orgy, það bara fínt ef þið viljið, það þarf ekki vímuefni, ég myndi mér að þið séum eitthvað svona fullkomið vímuefni, þau myndu nú sannlega ekki þurfa ef þið viljið hafa bjór, við skulum hafa bjór það liður í því að skapa fyrirmyndarsamfélagið þitt lesandans og gera þið samsekan gera þið samsekan og svo spurningin þessi, finnst þér þetta of gutti ok, við bætum barninu við þannig að þá og svo náttúrulega þetta, hún heitir náttúrulega The Ones Who Walk Away from Ómalas og þá, þú ert með það sem titilinn og það búið að mála fyrir þessa fullkomna mynd og svo komið þetta og endirinn á söguna og ég þá kom með hann þá segir hún það kemur öðru hvoru fyrir það er þannig að fólk kýsa bara að leiða þetta hjá sér sumir eru rosalega mikið svona að tala um þetta barn að eitthvað fórnar sér fyrir okkur og eitthvað svona svo kemur það fyrir einstaka sinnum einhver fer, sér barnið fer heim til sín tekur næsti og labbar út á bænum og talar ekki við neitt og fer bara eitthvað og þetta gerist öðru hvoru þetta oft ungmanneskja stundum eitthvað sem gerir þetta mjög aldri og það ekki vita hvert þetta fólk fer það kannski þessi staður sem þeir að fara til ekki til en loka línan í sögunni og þetta náttúrulega kannski ætti að vera svona
kafi þetta á undan þættinum með eitthvað fólk geta að lesa þess að það vil ekki láta spoilina algjörlega það þessi lína sem að mér veist ég fæ alltaf það þessi they seem to know where they're going the ones who walk away from Omelas og það er svo merkilegt þetta verðist vera svona persónleg einstaklingsákvörðun það tala ekki saman það er engin hugmynd það að fólki tali saman og geri byltingu eða bjargi barninu það er ekki gefið upp sem möguleiki þetta er mjög svona áleitin hugar tilraun hjá henni sko. Frábær pæling og þetta ekki aldrei svona þessi endir sko, þetta ekki aldrei tákmynd svona fyrir lesandan sko, ef þú ert að lesa þessa bók og þú ert látin taka þátt í að skapa fyrirmyndaríkið í huganum og svo einhvern veginn getur þú valið hvernig þú túlkar söguna, það er svona hvort þú ferð úr söguna bara algjörlega og hvað þýðir það þá? Ég meina þú veist, eru það þeir sem fóru til Anarres, eru það þeir sem fóru frá Omelas? Ég veit ekki skilur svona, þú veist, ef að eitthvað svona og þú verður fyrir svona sterkri siðferðslegri kennd að þá verði þú veist, þá verður þannig einstaklingur að þú hefur rosalega skýra ætlan sem að einhvern veginn aðrir skynja og þú gerir eitthvað ákveðið eins og einmitt þarna að gangi burtu og allir aðrir halda að þú hafir eitthvað í hyggju en afneitunin eða neitunin er bara svo sterk að það einhvern veginn hún er að lýsa því sem er svo ótrúlega magnað sko vegna þess að maður líka maður tengir alveg við þessa tilfinningu held ég sko að vera bara þú veist að einhvern veginn siðferðiskenndin verði svo sterk að maður einhvern veginn hefur allt í einu þessa fullvissu þetta er magnað en svo er þetta náttúrulega hálfpartinn svona þetta er náttúrulega mjög mikil ádeila á bara samfélagið og heiðmannlega ástand og ef við tökum svona lítið konkrétt dæmi þá erum við alltaf að kaupa okkur Apple iPhone sem er dásamlegt leikfang og fólki í Vestmjónum kasta sér út gluggana því að það er hræðilegt að vinna þar sko. Þannig að get ég átt iPhone vitandi að fólki sem framleiðir þá er að reyna að hála sér Getur þú veist borða hamborgara að vita hvernig þið farið með dýrin og mér veist svo áhugavert líka það eru til alls konar túlkanir á barninu það er ein pæling, það er til svona fötlunarfræðileg að þetta sé eins og fatlaðir þetta, þú veist, sem eru settir á hælinn sem er bara til hliðar og lifa við einhverjar ömulegar aðstæður þar. Er þetta frumbyggjarnir sem að sem eru á verndarsvæðunum sem að, þú veist, Kalifornía skilur þú ert með samfélag allsnægt á svolítið móti í hotni einhverja frumbyggja sem að náttúrulega eiga landið eða áttu landið eða það er að segja þeirra þjáning og þeirra niðurlæging er forsenda allsnægtana sem að fólki byrju í dag, þetta er mjög sláandi og sterkt sko. Algjörlega og umhugsunarvert. Algjörlega. Ótrúleg saga og bara enn rósin í hnappagat hjá Úrsulu Helgu Guðinn. Já, þetta er náttúrulega, þú veist, það er líka þetta sko, náttúrulega, þetta er svo skýrt dæmi, þetta er svo skýr hugsanatilraun sko og þú veist, og svo kannski samt einhvern veginn er nú það nálægt ýmsu sem að við erum að díla við siðferðislega í bara daglegu lífi sem að við erum einhvern veginn að bæja frá okkur að maður næri einhvern veginn strax að tengja sko og það virkar rosalega sterkt sko en svo finnst mér náttúrulega eins og við töluðum í þræðinum okkar þú veist hvað þetta þema hefur líka poppað upp eins og í Star Trek og síðan nefndi ég The Broken Earth trilógína eftir hvað hún heitir N.K. Jemisin. Jemisin. Ég hef lesið fyrstu bókina. Já, akkurat. Já, ég reyndar þá að spoila svolítið. Já, það er allt í lagi, sko. Það er einmitt líka svona, það er svona heimur sem hefur gengið gegnum breytingar, það sem er einhver fortíð og það er einhver... En í fyrstu bókinni, þá veistu ekkert hvað er í gangi. Nei, en það er eitthvað svona Harry Potter, svona chosen one. Það er einhverjir sem eru með einhver eiginleika sem eru þannig að það er verið að veiða þá, eða þú veist, þeim er hvergi, þeir geta ekki hallað í sína höfðin einstár og það verið að sem eru galdrafólk eða með einhverja mætti sem er sko, þykja illir eða eitthvað svoleiðis. En sko í raun að veru, það kemur allt þessi trílógía, hún breytist alveg ótrúlega mikið, ég bara mæli með að halda áfram með hana, en hún fjallar heim þar sem að það er sífelldir jarðskjálftar og það er sífelldar hamfarir
á einhverja áratuga fresti og það eru svona ákveð fólk sem hefur einhvern hæfileika og það nær að halda jarðskjálftunum í skefjum. Það skynjar að þeir eru að koma að geta stoppa. Já, þeir ná að stoppa jarðskjálfta. Það geta líka valdið þeim, ekki? Eða geta gert eitthvað Jú, ef að þau stjórna ekki þessum hæfileika en sko svona svo ég spóili smá að þá sko, kemst maður smám saman að því að það eru þau sem að og ég alls ekki að spóila allir þetta endar á að vera rosalega flókin heimur þú veist, töfrar ekki töfrar alls konar en það sem maður kemst að þegar að maður lesum þennan hóp fólks er að sum þeirra eru þjálfuð í að hafa stjórn á þessum hæfileika en svo er þau mjög mikið verið að reyna að láta þau búa til börn og maður svona af hverju verið að reyna að láta þau búa til börn þá eru sum börnin sérstaklega þeirra sem er með rosalega sterka hæfileika, þau eru tekin og þau eru sett í eilífa þjáningu við að halda jarðskjálftum. Það verður svona hliðstætt. Já, það verður bara svona allstar í þessu ríki verður. Minnir mér á smá Philip K. Dick, það er precogs, minn eftir því. Í myndinni þar sem það eru einhverjir sem eru með svona huga sem geta séð þegar það fara að verða, þeir eru með pre-crime. Það geta séð fyrir þetta er ekki en Nei, ég ætla að fara að segja Mission Impossible. Nei, en það er samt hann sá leikari. Það verður Tom Cruise. Tom Cruise, já. Jesus Christ, ekki leitt. En það er einmitt svona einhverjir sem eru með einhver andlega hæfileika sem eru settir í einhver búr og eru bara haldið til þess að vinna gagn fyrir samfélagið en eru náttúrulega leið í að mennska er algjörlega tekin frá þeim og þessi börn eru í eilífri þjáningu þau eru til þess að halda þessum samfélagum við sko. en ég bara mæli með þetta er ég held að allar bækurnar hafi fengið Hugo-verðlaunin þetta er alveg bara, þú veist, þetta er einhver svona ótrúlegustu bækur sem hafa og það er rosalega einhvern veginn Jemisin er ekki, Jemisin já, ég man ekki, það er á svona íslensku var það Jemisin það sem kann ég aldrei að segja þetta en það er náttúrulega, já, kannski bara rétt að klára það en það er náttúrulega svona hugmyndir og svo er náttúrulega líka hugmynd sem er hjá Úrsulu er þetta með að sem er líka í Star Trek, The First Directive þetta með að reglan hjá sem sagt plánetu bandalaginu sem er í The Hainish er þetta með að þú eigir ekki að vaða inn og breyta samfélögum þeir sem sagt leyfa þeim að þroskast sjálfum og eru ekki sem sagt neita sér að verða nýlenduveldi og þetta Prime Directive sem er líka mjög mikilvægt atriði hjá bandalaginu sem er í Star Trek og Star Trek hefur náttúrulega líka þennan skemmtilega eiginleika að vera frekar bjartsýn framtíðarsýn að og það er náttúrulega, en við tökum kannski Star Trek bara betur setna þegar það er mjög mikið af svona hugmyndum sem að spretta fram úr hennar höfundaverki sko. En já, ég myndi segja að við séum búin að fara ágætlega kringum Úrsulu K. Le Guin og hennar svona áhrif og pælingar við vorum líka búin að tala að ræða bókina Piranesi eftir Susanna Clarke það er held ég bara svona heimsbyggilegasta hugmynd eða bók sem við lesið bara hún er ótrúlega heimsbyggileg og já sko svo saga getum við eitthvað lýst hérna þess að spoilinni eða hvað getum við gert? Það er mjög erfitt að sko Mér finnst þetta að vera einhver svona sko líka með við þarna Jonathan Strange and Mr. Norrell fyrir stóra bókin hennar er sko, mér fannst þetta bara ótrúlegt hvað hún gat farið í allt aðra átt með Piranesi og bara hvað þetta er eitthvað svona þegar maður hoppar inn í bókina sem lesandi hvað maður er einhvern veginn bara hvað er þetta? Erfið fyrst og bara svona upptalningar já en þessi heimur þarna sem að maður lendir í með honum þessum svona manni sem hann alltaf Matthew Rose Sorensen sem hann heitir raunverulega Piranesi við verðum að lýsa hérna aðeins þetta er svona, þetta byrjar samt í þessu óminni þú veist, við byrjum með honum Piranesi í óminninu og hann er rosalega svona naífur karakter og hann er bara svona á þennan naífa hátt að útskýra þennan takmarkaða heim sem virðist vera
eldforn og fullur af öldum. Já. Þú veist, og maður einhvern veginn bara, hvað þetta, þú veist? Þetta svo eitthvað þetta svo ótrúlega áhugavert takmarka sögusvið, sko. Já, algjörlega. Sem maður byrjar í. Hann er sem sagt hann í húsi og í húsinu eru óendanlega mörg herbergi. Já. Eftir því sem við vitum best. Eftir því sem hann best veit og hann er að þvælast þarna og er að skrásetja allt sem hann getur fundið því að í hverju herbergi eru einhver svona einkenni. Það eru styttur og dót. Já, einmitt. Á neðri hæðum hússins, þar flæðir hafið inn reglulega. Það er svona flóð og fjara. Já, einmitt. Flókið kerfi af flóð og fjöru sem er sem hann er búin að skrásetja það og þekkja það. Já. Og svo kemur í ljós að þetta er svona hlíðarheimur við raunveruleikann eða jörðina og svo kemur í ljós ótrúlega skondin flétta hvernig þetta gerðist og hvernig hann er þarna og af hverju hann er minnislaus og hvernig hann bjargast þaðan ef við meðum svo það. En það sem að, sko, eins og ein ábendingin er að þetta sé svona reverse platonismi, sko, frummyndakenningin. Þarna inni eru sem sagt styttur og stytturnar í hverju herbergi eru svona tákmyndir fyrir allt sem gerist í mannlegu lífi. Já. Og þannig að allar hugsanlegar upplifanir í mannlegu lífi eiga sér afmynd eða afsteypu í húsinu. Já, þetta er alveg ótrúlega. En það er náttúrulega annað sem er mjög áhugavert við hann karakter, það er hvað hann er sko, fyrsta leið hvað hann er góður, hann er svo næs og hann er hann er næv á vissanátt en hann er líka náttúrulega ógeðslega klár vegna þess að hann er búin að finna leið, hann er minnislausir hann myndar nýjan karakter í þessu nýja heimi en hann er búin að finna leiðir til að veiða sér til matar, til að búa sér til klæði úr fiskróði, hann er búin að læra að lesa hreyfingar fugla til þess að sjá fyrir raun og veru framtíðina eða eitthvað hann er í einhvers konar og hann er búin að búa sér til tímatal the year the albatross came to the southern home hann einkennir árin á einhverjum atburðum sem að verða og svo er það þessi sko annað sem er líka mjög heillandi og merkilegt það er þessi skrásetningar hvað maður að segja árátta þannig að hann heldur sko eitthvað sem ég get til dæmis ekki gert heldur dagbækur algjörlega út í eitt allt og hafði líka gert það í sínu fyrra lífi og það er með þessum dagbókum með þessari skráningu sem að hann raun og veru getur krakkað gátuna eða þannig það er lykillinn þannig að hann með hans eigið minni er farið en hann er búin að skrásetja sitt fyrra líf og hann finnur og það verður fyrir þessari ofboðslegu áfalli þegar hann uppgötvar og þetta er náttúrulega spoiler sitt fyrra líf í gegnum skráningarnar og það er ekki bara að hann skrái það heldur indexar hana líka hann er með atriðisorða skrá yfir dagbækurnar sína ég hef ekki þekkt neitt sem að gerir þetta og hafðum líka okkar tímum skrifaði þetta allt bara í einhverja bækur ekki bara í tölvu en þetta gerist náttúrulega í samtímanum sko. Þetta er samt sko þetta minnir mig eins og með hana Susan Clark Susanna Clark að Jonathan Strange and Mr. Norrell er sko svo bók það fyndna við hana sem svona fantasíu bók er hversu mikið af neðanmálsgreinum er í bókinni svona hálfu blaðsíðurnar sem eru neðanmálsgreinar ég hlustaði bara á hana þetta hefur farið fram hjá mér þetta er rosa mikil bókabók sko. og það eru svona nýjar sögur í neðanmálsgreinin og líka það er eitthvað svona ótrúlega fræðilegt við hana hún er einhvern veginn svona, það er eins og það sé eitthvað svona í henni sem karakter höfundnum einhvern veginn að gera að búa til svona kerfi sko og einhvern veginn svona setja þetta upp á eitthvað rosalega fræðilegan hátt þetta en er það þá byggt á einhverjum alvöru fræðum er það tilbúin fræði? Það er allt tilbúið allt tilbúið? Já, heillandi og náttúrulega Jonathan Strange and Mr. Norrell er sko 9. blaðsíður þannig að þetta er allt svona, hún byggir á þessum svona fairy heimi, þú veist, sem er á Bretlandseyjum.
En ég veit ekki til, ég held þetta sé bara allt hennar tilbúningur sem sagt. En hún raun og veru sjóða upp úr sama hráefninu eins og Tolkien og Rowling í raun og veru og eitthvað svona, sko. Já, einmitt, akkurat. Bara með mjög ólíkri útkomu, sko. Já. Áhugavert. Og svo hérna karakter í Piranesi sem heitir einfallega The Other. Já, Catelyn. Sem mjög svona butlerist og skemmtilegt, sko. Líka svo hann einhvern veginn hann svo fyndi hvað það skrítið samband á milli Piranesi og The Other, sko. Því fyrst hann bara svona, nei, ertu komin? Og það einhvern veginn svona hlustar á hvert orð hjá honum og svo maður svona einhvern veginn byrja, nei, hver þessi, Þú veist, þegar maður byrjar að lesa og maður tekur þátt í, þú veist, óminnina hans og þá maður bara byrja, og líka einhvern veginn út af því hann talar hvernig var þetta aftur að það væru í þessum heimi hefðu verið til 15 manneskjur. Svo, þú veist, og svo maður alltaf að leita að hinum manneskjum þangað til hann segir manni að þessu beinagrindar. Já, einmitt. Þú veist, og maður hittir hann Other og svo bara, hvað allar hinar manneskjurnar í þessum heimi? Og það rosalega skemmtilegt, sko, hann finnur beinagrindar af fólki og telur það sem einstaklinga. Og það verður ekki til hjá honum nein svona hugmyndum mannlegt samfélag sem þessir einstaklingar hafi komið úr. Nei, þeir eru bara frumeintök mannskepnunar. Einmitt, akkurat. Það bara þessi heimur til, náttúrulega. Þessi ótrúlega skrýtna heimur. En svo þetta með það, hann hefur þessa mikla ást á heiminum. Já, sem hann býr í og hann sem sagt, það kemur mjög sterkt einkenni á hans persónu og það líka sko svo ólíkt The Other og The Other, það náttúrulega áhugavert, sko, The Other með svona, hann náttúrulega nytjastefnumaður, sko. Hann í raun og veru bara að nota Piranesi til þess að fá upplýsingar og hann hefur engan, og hann veit rosalega lítið heiminn sem hann í og af því hann hefur engan áhuga á nema einhverju svona sínu eigin einhverju astnalega agenda, skilur. Hann bara að hugsa hagsmuni og eitthvað plan sem hann ætlar að nota heiminn í. En Piranesi hins vegar, hann bara upplifir heiminn sem svona eitthvað elskulegt ástand. Já, eitthvað sem maður dvelur í og maður með sambandi með. Sem voru að tala á Atwood og Ursula K. Le Guin, sko, að þú lýsir Atwood sem svona neikvæðri gagnvart með mannlegu eðli og lífinu, sko. Já, einmitt, akkurat. Ursula K. Le Guin með svona ákveðan tón. Og þeir eru svolítið andstæðurnar hvað Piranesi Já, Piranesi náttúrulega bara ótrúlega fallegu karakter. Dásamlegur. En mér fannst það sem ég hugsaði líka þegar ég var að lesa þetta, þú veist, þetta myndi mér rosa mikið á Tryggva Emilsson, fátækt fólk. Já. Eins og hafið þið hugsað þú veist, lýsingarnar í fátæku fólki. Ég bara, maður einhvern veginn bara svona, hvernig gat þessi manneskja þekkt dalinn sinn svona ótrúlega vel, bara hvert strá, hvernig lýsir dalnum sínum, þú veist, og maður einhvern veginn svona, og lýsir líka áætlun hestsins þegar hann hitt sér beinagreinda hesti upp á heið og hugsar af hverju þessi hestur hérna og hugsa bara já, hann ætlaði að fara í þennan fjörðin viltist og bara getur einhvern veginn ímynda sér hvað hesturinn var að pæla. Þetta frábær punktur. Og ég var bara, þú veist, ég meina, það líklega svo bók sem hefur bara haft mestu áhrif á mig, fátækt fólk eftir Tryggva Emilsson og bara svona mitt sósíalíska hjarta svo það kom nú fram og og ég man líka, þú veist, þetta því ég las hana fyrir einhverjum 12-13 árum þegar að þú veist, maður var einhvern veginn alltaf í tölvunni, alltaf að downloada einhverju eða whatever og ég var alltaf að reyna að fara einhverjar til útlanda og búa einhverjum borgum og síðan síðan þekkti hann dalinn sinn svona vel og hafði aldrei farið úr sem dal á þessari stundu og ég einhvern veginn svona fattaði hvað maður orðin fyrstur að mörgu leyti umhverfinu sínu út af því maður einhvern veginn alltaf með hugan þar London, Paris, Rome, eitthvað svona og þarna kemur Piranesi og hann hefur ekki London, Paris, Rome eða nokkrar bækur og hann bara í þessum heimi og hann hefur hann einn náttúrulega greið kallinn og hann hefur alla athyglinna til þess einhvern veginn að vera þarna og greinilega nógu mikla ró í hjartanu til þess bara að taka það inn. Og það það sem hún lýsir sem að maður einhvern veginn bara já. Hann eiginlega einhvers konar
svona þannig í svona ofbáslega mikilli núvitun sko. Hann bara hér alltaf og það verður til þess kannski mætti segja að því að í bókinni gefið skinn að þeir sem að koma inn og dvelja þar langtímum saman verði jafnan bara geðveikir en hann einhvern veginn verður það ekki sko. Og það einhvern veginn af því að hann svo ofbáslega sakleysislega áhugasamur bara hver hann á þess að vera sko að bróta heilan kannski ómikið sko. En hann samt rosalega mikið að bróta heilan, hann bara bróta hann á ákveðin hátt. Já, hann hefur líka empirísku aðferð. Mjög, sko, hann náttúrulega bara vísindamaður og praktískur hugsuður, sko. En það náttúrulega, sko, ég heyrði eitthvað ég sá viðtal við Clark á YouTube eða eitthvað þar sem hún var að tala sko að hún var náttúrulega inspirerað af Borges þegar hún skrifar þessa sögu og það náttúrulega af því að talmyndurinn að vera svona fræðileg og það náttúrulega form líka sem að við vorum eitthvað að tala ég ekki lesið Borges mikið, mér séu rosa mikið hann hefur náttúrulega haft áhrif á marga heimspekinga og svona en hann fann upp þetta form sko þar að segja falsaða fræðigreinin og sko ég veit að fyrir allnokkrum árum skrifaði Hermann Stefánsson hann skrifaði svona grein í Tímum Máls og menningar og ég náttúrulega ekki, þetta bara eitthvað sem ég bara reyði upp núna, þar sem hann skrifar eitthvað ímyndaðan íslenskan listmálara sem að málar eitthvað málverk sem nákvæmlega eins og einhver annar málari í Frakklandi málaði á sama tíma eða eitthvað svoleiðis. Og þetta er allt sett upp með rosalegum neðamálsgreinum og þetta alveg eins og rosalega vöndufræðigrein. Þetta allt uppspunnið frá A til B sko. Wow. En þú veist en þetta form, þetta náttúrulega líka rosalega dúbíus form en þú veist þetta svona fokkar svolítið í manni skilur því að þú lest eitthvað þetta á að vera fræðigrein og þetta birti í einhverju tíma þetta svona semifræðilegt og svo bara allt í einu fattar bara nei þetta getur ekki verið þetta skáldskapur sko en í fræðilegum búningi var samt að segja eitthvað skilur ég veit ekki kannski segir þetta manni hvað mikil skáldskapur í fræðigreinum gæti verið ég veit ekki en nei akkurat þetta rosa góða punktur en þetta ekki smásagan eftir Borges sem mannin sem að man allt ég þekki ekki sko það skáldsaga, ég man ekki hvað hann heitir þetta svona einhvern veginn þetta held ég, hann undir áhrifum frá Nietzsche eða hvað þessi svona einhvern veginn þú getur ekki hugtakað reynsluna þína þú veist, eins og bara laufblað þú getur ekki kallað eitthvað laufblað út af því að laufblað eru svo ólík innbyrðis og þannig að það þessi smásaga sem ég man ekki hvað heitir mannin sem að man allt og hann eyðir heilu dögunum í að muna eftir öðrum degi. Já, því hann þarf að muna þessum eru díkjum. Heilan dag, sko. Og þetta aldrei haldið áfram, sko. Já, hann bara algjörlega, reynslan hún sko, þetta svona fullkomlega immediate, þú veist, eins og maður segir í heimspekimálunum, bara svona, þetta svona fullkomlega, þú missir öll hugtök, öll algildi, allt almennt. Út af því að hið einstaka það tekur algjörlega yfir og það einhvern veginn svona það það sem gerist þessari sögu og Piranesi náttúrulega svolítið hann hefur ótrúlega mikinn sans fyrir þessu einstaka en svo hefur hann samt þessa empirísku nálgun þar sem hann getur skrifað allt niður og hann hefur einhvers konar hann með talnakerfi og þetta ég líka hlustaði bara bókina kort í fysisku bókinni. Ég man það ekki alveg. Og ætlaði að sé einmitt svona neðamálsgreinum og svoleiðis líka. Það þyrfti eiginlega sko, þú veist það ekki, ég man ekki eftir eins og mikið neðamálsgreinum. Ég að reyna að muna hvort það hafi verið kort sko. Þetta svo mikið og það náttúrulega annað líka sem þetta með þessi forna hugmyndum minnið og minnið þema og þeir eru í podcastinu með þetta þannig að Weird Studies, þeir eru að tala um þetta að við erum að mannkynið að missa minnið við munum ekkert fyrir einhverjum á síðustu öld það var til fólk sem að mundi alla biblíuna sem að bara og þú veist og það ein aðferðin sem að var notuð bæði í fornöld og líka í endurreisninni það þetta með að búa sér til minnisbyggingu þannig að þeir eru að muna ræðuna þína akkurat byrjar í forstofunni svo kemur fyrsti punkturinn það í herberginu til vinstri
næsti punkturinn á baðherbergi og þannig sko, og þar einmitt stytta, gjarna eitthvað klámfengið. Það hjálpa mann að muna þegar Rómverjarnir voru með þá hugmynd sko. Eitthvað sem hafði það til þín. Þú sér eitthvað dónalegt, já, þarna ætla ég að tala um hérna að hvað Baldur frábær hérna í sambandi við að vera góður barn, eitthvað skilur þetta, ég veit ekki. Þú bara búið einhver ræðu, þú semur hana og svo raðar ræðinu þínu upp í herbergiðin. Svo stækkar húsið og stækkar og allt sem hefur nokkuð tíma munað alla ævi inn í minnishúsinu þínu. Já, einmitt. Pyramesi einhvern veginn í svoleiðis húsi sko. Já. Hann ekki þannig húsi. En svo húsið einhvern veginn líka guð eða eitthvað. Það er eitthvað svona algóð vild sem hann að upplifa sko. Já. En hvað var þetta, þú veist, því að svo náttúrulega kemst maður að því að það okkar heimur til þarna og þetta svona fyndna költ sem þetta kemur þarna upp á, en ég myndi ekki alveg þetta var einhver hugmynd með að þú geti búið til aðra heima. Hvernig var það aftur? Nei, hinn heimurinn til, þú getur farið yfir í hann. Já, en var það ekki með þessi költ leiðtogin? Költi held ég fram að væri til einhver svona annar heimur og þau voru að komast til hann sko. Já, mér fannst einhvern veginn. Þau voru að búa til alls konar serimóniur. Já, mér fannst þess að það væri einhvern veginn þannig að þú geti búið til aðra heima. Þú getur einhvern veginn svona, það hefði verið einhver hluti af þessu. Ég held að það ekki verið skýrt. Sko, ég held að allavega aftur í podcastinu, þá sögðu þeir að þessi heimur sem hann fastur í, heimur sem afleitur af okkar heimi. Já, heimur sem myndast af okkar hugsun, okkar fræðum, okkar list og minningar okkar eru farnar inn í þennan heim en það eru farnar frá okkur. Við eigum það ekki lengur. Já, það var kenning. Við lifum í óminni. Einmitt, það var kenning köldleiðtogans. Já. Sem svo voru allir einhverju akademíur bara þessi brjála og svo bara svona allt í einu finnur hann heiminn sem minningarna fara. Já, akkurat, þannig var þetta. Þetta er ótrúlega... Þetta er frábær bók, sko. Já. Hún hefur líka þann kosta, hún er ekki svolítið löng sem er ólíkt mörgum sci-fi bókum sem eru oft eins og... Já, líka ólíkt síðustu bókinarnar, sko, undan. Já, við sýtum, akkurat, greinilega hún. Já, akkurat. En já, þetta er alveg ótrúlega skemmtileg bók og er svona, einmitt svona, að spá í eðli veruleikans og blandar einhvern veginn saman svona klassískum, grískum, heimspekilegum þemum og nútímanum og fer bara í allar áttir, sko. Einmitt. Akkurat. Og einmitt svona eðli minnisins og eins og þú varst að tala á hann, sko, að ég sá heilumst eitthvað svona umfjöllun minni í dag, sko, fyrir eitthvað bara eins og 2 kynslóðum síðan, þá þótti akademían vera það að búa til fólk með gríðarlega þekkingu á bókum bara í hausnum. Í dag er menntunarkerfið að breytast yfir í eitthvað þar sem átt ekki að muna allt, heldur áttur að hafa skilningin og þekkinguna og getu náttúrulega flett upp og tengja saman. Sko. Og líka geta verið frumlegur. Og vera frumleiki væri ekki atriði sem skiptir máli fyrir tímum. Segja þeir sko, ég veit ekki. En það er líkil atriði hjá okkur að þegar þú skrifar doktorsritgerðina þá þarf það að leggja fram eitthvað nýtt. Sem aftur verður svona sem átti að vera krafan eitthvað svona sköpun. Já. Það hefur náttúrulega verið svo mikil, það er alltaf svo mikil gagnrýni á páfagaukalestur og allt það sko. Ég hef náttúrulega sko, ég hef alltaf verið svo ótrúlega góð í páfagaukalestri að það kom mér í gegnum, það bara kom mér í gegnum ansi margt sko. Og mér finnst ég vera ennþá svolítið svona, þegar ég er kennari, þú veist, þegar ég er að kenna, þú veist, þá bý ég rosalega mikið af páfagaukalestrinu. Þú bara manst að ég er sammála. Ég man svo margt, sko. Og þú veist, akkurat, og líka bara þegar mér finnst það líka eins og með, þú veist, eins og því ég skrifaði doktorsritgerðina mína, að þú veist, þá var ég var endalaust, sko, skrifa upp úr bókunum hennar Butler, bara svona heilalaust, og ég var eiginlega bara svona setjaði puttana mína. Bara eftir minni? Já, ég var bara svona eiginlega búa til, út af því mér fannst bara til þess að geta skrifað og til þess einhvern veginn að geta náð dýftinni á heimspekin sem ég var að gera, þá bara þyrfti ég að læra þetta það vel að ég væri bara í raun og veru í páfagaukalestri sko. Þannig að ég hef alltaf verið svona, þú veist, maður skilur einhvern veginn þegar ef að páfagaukalesturinn fer ekki saman við
einhvers konar greiningu eða frumleika þá það svolítið slæmt. En einmitt, páfagaukalestur, hann vanmetinn. En já, það þessi krafa að sé einhver ný greining, eitthvað skapandi greining. Já. Þannig að það svona breyting frá eldri. Þú veist, ég held að fólk eigi ekkert eftir að þú veist, það sem svolítið erfitt eins og með gervigreindina sem mun hjálpa okkur rosalega mikið, að ég held við munum samt hugsun byggist alltaf á einhvern veginn á minni, sko. En hvað segir Píranesi okkur það? Ég veit það ekki. Ég velti fyrir mig hvort að tími minnisins kom ekki bara aftur vegna þess að og kannski minni og líka minni eins og minni í samtali, bara eins og þetta sem við erum að gera núna, það að þú til þess að geta tjáðu að geta ekki að vísa í fjölbreytta hlutu og eitthvað svona, þá náttúrulega það að hafa lagt hlut á minni eða að það bara verði þér eðlistlegt að það sem að þú vekur áhugaðinn, það einhvern veginn festist inn í einhvern vef. Þú veist, þú getur lítið á metafórist sem eitthvað hús, en ég meina, þú veist, það... Ég hugsa oft þetta sem svo að ég sé að gera þetta að undirmeðvitund minni. Ok. Já, út af því að, þú veist, ég á aldrei ég hugsa, þú veist, að ég muna neitt orðrétt, en ég bara, hugsunin orðin hluti af undirmeðvitundinni minni og ég get einhvern veginn dregið hana upp í öðru formi eða þá bara svona ósarótt kemur hún út úr mér, sko. Ok, akkurat. Það eru til líka margar svona ef við tölum áfram sköpun í samhengi við þetta, sko, að nota upplýsingar, að það eru til margar svona romantískar og næstu í dulhyggjulegar pælingar hvað sköpun sé, sko, hvaðan kemur. Og sumir vakna bara með eitthvað draum og eitthvað hugmynd og oft færðu hugmyndirna þegar þú ert ekkert að reyna að fá þar. Og þannig hvaðan kemur þetta, hvað sköpunin? Það eitthvað bara svona að gefa sig heiminum að vald en vera ekki of mikið að greina og hugsa eða hvað það? Ég var að lesa, ég svo að það kom ég með svona Úrsula Le Guin var einhvern veginn að spöð hvernig verður maður rithöfundur og þá segir hún bara að þú verður bara að skrifa. Og það eru náttúrulega mjög margir listamenn sem tala þetta. Ég vil til dæmis þú situr bara 2-3 tíma á dag og skrifar. Það er bara ekkert Nick Cave til dæmis, hann talar þetta líka. Og það þýðir ekkert að bíða. Þú veist, náttúrulega ef þú ert eitthvað svona amatör skrifbent, þú veist, ef þú skrifar öðru hvort eitthvað ljóð eða eitthvað litla sögur eða eitthvað, þá eru náttúrulega bara skrifar það bara það kemur til þín, en ef þetta á að koma og verða einhverju stóru eins og til dæmis hjá Úrsulu, það er þá bara einhverju leiti bara vinnusemi, og bara sitja við skrifborðið og svo náttúrulega líka að lesa bara leyfa þess að flæða, sko, og tala og hugsa, þú veist, ég veit ekki. Ég veist að svolítið fyndið að ég oft lendið í að ég að skrifa einhverja færslu á Facebook eða eitthvað og svo verður tölvan minn batterlaus eða síðan lokast eða eitthvað og ég þarf að skrifa hann fyrsturinn aftur og það er næstu bara jákvætt þá skrifa maður hann aftur og hann verður öðruvísi og þá bara kemur einhvern veginn aftur í aðeins öðruvísi formi. Já, akkurat. Og það er ekkert úr neinu skipulagi, það bara gerist einhvern veginn. Einmitt. Það er akkurat. Mér finnst ég rosa oft einhvern veginn svona, einhver segir, hei, viltu gera þetta, halda hennar fyrirlestur eða eitthvað, ég er svona, ok. Og svo, þú veist, er ég bara með, þú veist, svo er maður einhvern veginn bara eitthvað að vaska upp og maður er alltaf að hugsa, ok, þú veist, hvað er ég að fara að segja þarna? Ok, ég þarf að skrifa einhvern tímann niður, þú veist, ég þarf einhvern tímann að sittast í tölvun og svo sest ég við tölvun og þá bara, þú veist, er hann kominn? Út af því að hausinn er bara búin að vera að vinna að hann, sko. Það er einhvern veginn svona, en svo þarf maður, ég þarf náttúrulega, maður þarf alltaf að endurskrifa og ég þarf að endurskrifa mjög mikið. Við verðum að fara að hætta að síðan og lofa að vera ekki mjög mikið lengur en til rúmlega 3 en þetta er búið að vera ógeðslega gaman og þakka ykkur fyrir að koma og spjalla við mig. Takk fyrir mig. Ég ætlaði svona að enda á því að við myndum öll nefna einn rithöfund sem við ekki nefnt hingað til sem er svona virkilega spennandi að lesa. Nanna? Já, ég náttúrulega nefni Octavia Butler. Octavia Butler, já. Sem að ég er búin að segja ykkur mikið frá. Akkurat. Ég er búin að lesa einu eftir hana, hún var mjög skemmtileg. Já. Það var Kindred. Já, akkurat. Varst þú ekki líka byrjaður að lesa? Ég byrjaður að lesa hana líka, já. Akkurat. Bara Octavia, sko, er bara, kemur í framhaldinu af Úrsulu Le Guin. Það er bara svolítið þannig, sko. Já. Ármann? Já, ég myndi vilja nefna China Miéville.
sem svona, hann marxisti og hann skrifar svona stóra og flókna heima, Iron Council og hann hefur reyndar ekki skrifað mikið núna lengi, hann breskur og undir einmitt miklum áhrifum frá Le Guin og rannsakar svona alls konar bara stórbrotin höfundur sko. Og kannski svo bara, svo ég stelist til að nefna 2, þá ég líka nefna Gyrði Elíasson sem ég hef verið að lesa örsögurnar eftir og það líka náttúrulega, það örstutt, það bara svona eina blaðsvið, bara einhver maður sem setur kötturinn sín í fyrstu kistuna á gleimanum eða stekkur út í á og breytist í fisk eða bara eitthvað vaknaði og var eitthvað þreyttur, fem með kaffi, svo gerist ekkert, svo bara hvernig sambúinu. Það eitthvað ótrúlega magíst við þessar litlu prósan sko. Þetta hljóma eins og sögur sem einhver hefur bara skrifað bara því hann alltaf skrifað. Já, þú veist, algjörlega. Left ég að gerast. Já. En það hann með einhverja rödd, það einhver kyrrð, það eitthvað ótrúlegt sko. En það ekki náttúrulega alls ekki, sundaði mjög súrrealíst, annað eitthvað algjört raunsæi sko. Þannig að Herru, ég skal bara loka þessu með minni tillögu. Ég ætla að nefna Stanislav Lem sem skrifaði Solaris. Hann alveg frábær sci-fi höfundur. Hann svona svolítið gamaldags og dálítið kannski svona meira svona hefðbundin sci-fi kall sko, en hann gera það ótrúlega vel sko. Mér til dæmis gott í Solaris sko, að það þessi pláneta sem í fjarska sem það svo gott sko í sögunni sko, að við semst uppgötuðum líf á öðrum hnetti sko, og sem alltaf greiðilega spennandi viðburður. En svo kemur ljósa að þetta líf svo leiðilegt, það gerist ekki raskat sko, og endanum verður þetta bara þreytt og vísindamenn hætta að fá fjármuni til þess að rannsaka þetta lengur, að þetta bara alveg leiðilegt sko. Þannig að þetta svo eldgoss á Reykjanes já, alveg þannig að það kemur svona ótrúlega svona veraldleg nálgun sko við atburðarásina sem svo skemmtileg sko, og fyrir utan náttúrulega frábæra sögur. En við skulum segja þetta gott. Kæru áhorfendur, takk fyrir áhorfið og takk Ármann og Nanna fyrir að koma. Takk fyrir mig. Takk.